Þeir eru sestir hjá mér hérna, kóngarnir Tómi Steindórs og Steinar Aronsson. Í dag er 11. mars, miðvikudagur, og það eru 3 umferðir eftir af bónusdeild karla. Eimi veg. Hvað segir þið gott? Gott bara. Já, Mjög gott. Hérna, leikur í kvöld fyrir norðan. Það verður eflaust búinn sá leikur í Evrópukeppninni á Tindastól þegar þetta kemur út. Erum við ekki bara nokkuð svona kokki á Tindastól, sigur, Steinar? Jú, hann mæta Sebas. Þeir þekkja hann. Mér finnst það bara En hann þekkir þá líka. Já, vissulega. Ég finnst ekki þjálfara ríka eitthvað að búta. Ætli hann hafi verið sænaður gaggjart til að bæta í þessum leik. Ég sé fyrir mér svona gamall þjálfari í Lettlandi sé að fara að spurja unga kanan sem var rekinn af Íslandi eitthvað ráð. Já. Er það ekki? Jú. En jú, ég meina, vinna er ekki bara þetta. Hvaða ráð myndið þið gefa þjálfara ríka? Hvernig getið þið unnið Tindastól? Ekki að leyfa þeim að skjóta bara smá þriggjastigaskotum, byrja á því. Já, ekki Davíð Skeggs og Sigtrygg. Nei, kannski ekki. En ég held að það væri frekar það, sko. Að leyfa þeim að þjappa teginn og leyfa þeim að skjóta þeim, sko. Já. Mér finnst í þessi Evrópuleiki sem ég hef séð, þá finnst mér þetta alltaf svona einhvern veginn. Þegar að Taivo Badmus og Basíl mæta, þú veist, svona varnarmönnum sem eru einhvern veginn flokk hærra, sko. Þegar Badmus mæti bara 202 cm gaur sem getur staðið á hann, þá eru þið bara í tómu tjóni. En svo þegar þeir mæta bara svipuðum gaurum á Íslandi, skilurðu, þá náttúrulega geta þessi tveir komist á hringinn svolítið mikið fram hjá mannunum sínum. Já. Badmus getur skorað á flesta. Hvaðan var aftur liðið sem skýt upp fyrir þarna úti? Var það Slóvakíu? Tékkland. Tékklandi? Já. Já, meðan sáleikur verið ákslega líkur eins og seinni landsleikurinn í Íslandi á móti hérna daginn. Það er bara svona einhvern veginn. Menn fá fullorðna karlmenn sem spila alvöru vörn og skipulaðan bolta. Þá svona er það svolítið að tæta þau sundur, sko. En þú veist. Ég bara veit ekki hvað þessi lettneska deild er. Þú veist, þessi letta sem hafa verið að koma í KR samt. Þeir eru allir góðir. Núna, þeir eru allir frekar góðir í körfu. Koma þeir allir þaðan, eða? Þeir koma nú lettneska skólanum, allir 3. Já, en þú veist, voru þeir að spila í þeirri deild? Já, það veit ég. Einhvern tímpúndi? Já. Aldir upp þar og eitthvað. Já. Stóri sem að koma núna síðast er alveg búin að vera á Spáni og eitthvað líka. Ég held að Linnarts hafi bara verið með lettenskan feril, sko. Ég held að Lettlandsdeildin sé bara mjög hérna. Hún er ekki sterk og okkar deild sem er náttúrulega bara frekar sterk. Myndi ég halda það? Ég veit það ekki alveg. Ég meina, þú veist, samt fór eins og, þú veist, Larry Tómas fór í lettensku deildina héðan. Já. Ég held að svona bestu 2-3 liðin í Lettlandi séu alveg betri heldur en liðin hér, sko. En þetta lið er svona rétt fyrir neðan það, þeir eru held í 4. sæti eða eitthvað. Ég held að bara fínast að liða en Stórvar geta vel unnið á. Já. Eins og flest lið í þessari deild svona alla jafna geta unnið og hafa sýnt. Já. Geta keppt við öll. Hvort maður að fara að horfa á þetta eða meistaradeildina? Þetta? Er það ekki, verðum við ekki að horfa á þennan? Það munaði nú ekki miklu að við varum bara leiðinni núna. Já, ég sé svona smá eftir, það hefur fallegt viður. Já. En ég saði við okkar mann Vala Lag sem er bæði við með okkur hérna, nei það er ekki upp á vegg, en þessi auglýsing er á síðunni hans. Körfufréttir. Já. Ég sagði við við mætum í play-offs. Já. Tindastólsleik. Það er hérna, við kemum bara með Steinar. Já. Það væri líka gaman, sko, að mæta á Evrópuleik. Nú maður ekki upplifa það, sko. Já, en samt var ég smá svona, ég mæti þarna að horfa einhverja ríka, einhverja letta sem við sjáum aldrei aftur og mér drull. Er ekki bara skemmtilega að mæta á 3. leik Tindastóll KR eða eitthvað? Jú. Maður gert það ekki, nokkru sinnum, það er voðalega gaman, sko. Já, fá sér nokkra kalda með útiliðinu og heimaliðinu fyrir leik og eitthvað. Íslands play-offs, það er ekkert betra en það, sko. Það var náttúrulega bara þarna í fyrra, í maí. Þegar kom það þessi vika þar sem var 25 stiga hiti. Já. Var það ekki bara leikur 4 Tindastóll Stjarnan. Eða leikur 3. Og svo var bara eitthvað besta veður alltaf tíma 25 stiga hiti. Já. Og svona 1000 manns mætt klukkutíma fyrir leik og allir í köldum og það var alveg bara svona þvílík gleði, sko. Já. Ég væri til að ná svona 51. lögleik sem er gist. Já.
Það var það með að ákveðið. Árshátíð Run and Gun. Já, taka upp Run and Gun út á landi. Þið Það ekki draumur eða? Í .net strákar eru nú ykkur árshátíðarferðum hérna aðra hvora helgi. Það var nú gaman að hafa eina Run and Gun. Já, á Sauðárkrók og Einar kemur með til að vera tæknimaður í bústaðnum. Ok, geggjað. En við spáum Tindastól, Sigri. Já. Hérna, sko, mér langaði sko fyrst að pæla bara í, þú veist, síðustu umferð eitthvað svona, svo var ég bara eitthvað svona, nei, ég nenni ekki að fá einhver skilaboð frá einhverjum gauð sem segir, wow, geggjaður að gera upp leikina viku of seint, þannig að ég ætla ekki að gera það. En mér langar samt að tala svolítið bara síðustu leiki út frá leikjunum sem eru framöndan, fattiði mig. Og mér langar að byrja smá á, bara svona, fyrir mér er þetta svona einn stærsti leikurinn allavega í umferðinni, eða svona komið smá svona playoffs mynd, ef þið ímyndið ykkur stöðuna í deildinni, þá er þarna, þú veist, eftir 7. sæti, þá koma IR Njarðvík og Álftanes. Þannig að við erum svona, við erum að tala þetta einhvern veginn 7, 8, 9. Já. Fattiði mig, KR kemst alltaf í playoffs þarna. Það eru þessi 3 lið sem eru að berjast síðustu 2 sætin. Já, og 2 af þeim eru að mætast. Já. Og mér langaði bara svona að taka svona, þó svo að Gunnar Bjartur sé ekki búinn að mæta hérna í mánuð, og heldur ekki Bobo Dan, þá langaði mér að byrja á því að ræða bara þennan Álftanes IR-leik sem er, þú veist, þetta er bara svona smá síðasti séns fyrir Álftanes einhvern veginn að gera eitthvað, sko. Þeir voru ekki síðustu 2 leikir til dálítið erfiðir hjá Álftanesingum. Þeir eru bara búin að tapa fyrir, þú veist, öllum. Já, þú veist að ég veit að það er svona... Þú veist, þeir töpuðu fyrir Keflavík sem voru ekki með Remi Martin núna síðast, þeir töpuðu fyrir Njarðvík sem var frekar vont tap líka. Þannig að, hérna... IR á innbyrðis á Álftanes eins og ég er. Vinnum með 11 heima, þannig að það er líka það ef Álftanes vil komast upp frá það, þurfa nú að vinna með meira en 11 stigum líka. Já, af því að núna eru þú Njarðvíkingar búnir að jafna þá. Já, svo er þetta sko Stólar og Stjarnan síðustu 2 hjá Álftanes. Já. Og þú kannski lappar ekkert endilega inn í þá 2 leiki með sigur en vísan. Nei. Þegar þú ert í 8. til 9. sæti. En sko, svo er líka einhvern veginn þetta sko, ólsegir íringar dæmi, sko. Þeir eru, þeir tapa fyrir Álftanes á morgun. Finnst þið eitthvað svo ótrúlegt að Álftanes jafni þá með hvað þeir eru búin að vera ömurlegir? Þeir alltaf pikkuðu upp snemma þarna sigra Álftanes, sko. Já. Byrjuðu vel. Framan af, en bara, þú veist, mér finnst bara ég er á miklu betri stað í dag, miklu betra lið, einhvern veginn, mér er bara aðeins á þeim, það var alveg hörkuleikur um þetta IA, en mér finnst líka IA bara orðnir góðir í dag. Já. Það er taka það með í myndina líka úr þeim leik. Mér finnst að þetta er alltaf galinn sigur hefðum, Falko setti þarna 11 stig á síðustu 5 myndunum og bara gjörsamlega vann þetta eitt síðs lið, sko. Já. Og með Kavas komin inn í þetta, þá var bara allt annað bragur að þeim finnst mér núna, einhvern veginn, og svona yfirbragð á liðinu. Þeir eru konum meðlóksist að það geta teikt aðeins á gólfinu. Mér finnst bara, í þessum, mér finnst svona eins og Álftanes eru bara að bíða til að þetta sísón verði búið. Já. Mér finnst þess að þeir séu bara svona, ef þeir komast eitthvað í playoffs, þá ná þeir einum heimaleik og svo fara þeir að ráða einhvern nýjan þjálfara og stokka bara gjörsamlega upp í öllum út erlendum mönnunum. Já, það er samt sko algjört afhroð ef Álftanes fer ekki í playoffs, sko. Stefnir svolítið í það, sko. En þú veist, ef þeir komast í playoffs, tapar ekki bara 3-0? Jó, ég meina, þú veist, þó þeir myndu allavega bara ná á 2 heimaleiki, sko. Þá þarf þetta að vinna 1 leik, sko. Já, ég veit það. En það má aldrei gleyma. Þá er þetta samt strax orðið aðeins skárra, sko. Má aldrei gleyma að Álftanes Ultras getur mætt og úrslitakeppnin er annað dýr. Ég er bara svona, þú veist, en á meðan þeir eru einhvern veginn bara svona fyrir mér finnst þeir bara vera að bíða til að sísonu verði búið og ég held að Haukur sé bara out for season, sko. Já. Og það vita allir að Hjalti heldur ekki áfram þarna. Nema þeir bara verði, þú veist, komist í semifinals eða eitthvað. Og kemur eitthvað ódælt run. Ír eru bara að bíða eftir playoffs. Já. Fattar við? Það er bara svona, ég ætla ekki að segja win now, vinna titilinn núna, skilur, en þeir eru bara, þú veist, spenntir að njóta þess að fara inn í næstu leiki og reyna að gera eitthvað, sko. Þeir ætla að komast eitthvað áfram. Þeir eru ekki bara að fara að komast í fyrstu umferð og detta út, þeir ætla að ná lengra. Já. Sem að þeir geta alveg, sko. Nei, ekki, ég meina, ef að þið eru Grindavík, ég meina Grindavík fær basically 8. sætið. Það er bara, eða ekkert basically, þeir eru deildarmeistarar. Já, þeir eru að fara að fá 8. sætið. Hvað viljið þið fá? IR Álftanes Njarðvík? Er ekki... Og ég að vera Grindvíkingur. Já.
Það er ekkert annað í raun, sko, þú veist, Þórsarar bara, þeir geta starffræðilega, en ég nenni ekki, Nei, þeir eru ekkert að fara að þeir gera eru bara ólandfræði. Ef ég var í Grindavík myndi ég velja Njarðvík bara svo staðan á þeim í dag, sko. Já. En, þú veist, Njarðvík er alltaf næst, skiptir ekki öllu máli. Síst í Ég myndi frekar, velja IR á undan Álftanesi, já. Nei, Njarðvík fyrst, svo IR. Frekar en Álftanes? Já, ég er alltaf eitthvað hræddur við það. Ég myndi aldrei vilja fá IR, sama hvað sæti ég er íðarlega, sko. Væri ekki, Er það samt? Ég er þar. væri ekki svolítið skellur fyrir IR Borsi, rólsegur, Já, liður rólsegt. ef það er tapa á Álftanesi á morgun, þá er KR og Val eftir, svona vel geta tapa báðum. Ef þeir tapa leiknum á morgun, bara svona, það er svo lítið til að þeir detti bara út, skilur við, úr mixinu, einhvern veginn. Væri það ekki algjört helvitis áfall eða? Jú, það væri það þetta. Það ekki það? Jú. Með auðvitað Njarðvík og, þú veist, stundum er svona einhvern veginn keppni um þetta 8. sæti og 7. sæti og manni finnst bara eitthvað svona, 9. sætislið, bara skottliðið sem missir af playoffs og bara svona skellur fyrir þá. Já. Núna eru bara, þú veist, eitt lið sem er búið að vera í tómu tjóni frá að ná 8. sætinu. Skilur við? Sem er Álftanes eða Njarðvík. Það er ótrúlegt að þessi lið miðað við bara sigurhlutfalli síðustu 8 leiki skuli sigla inn í playoffs. Ég spáði Njarðvík falli fyrir ekki fyrir lögu, sko. Já, það er ekki fyrir að gerast. Nei, þeir eru búin að bjarga því, sko. En þú veist, Njarðvík, Það er náttúrulega Njarðvík þetta rán ef Njarðvík myndi fara í play-offs einhvern veginn, sko. Við erum brasi á þeim, allt í svona, Já. alvöru brasi á þeim. Menn það að Álftanes hafa eitthvað brasi, Njarðvík er búin í brasi. Já, og bara, þú veist, það var bara alls konar leikmenn þurfti að vera í dálítið mörgum mínútum hjá þeim, sko. Já. ég vil að Rúnar Ingi einhvern veginn bara svona, ég er bara svona, ég held ekkert með Njarðvík frekar heldur en einhverjum öðrum og þú veist, Rúnar Ingi er fínn gaur en hann er svona, ég er ekkert eitthvað að bjalla á hann heldur. Ég vil samglattist ég honum einhvern veginn að vinna þennan leik, ég veit ekki af hverju. Bara frábæra manneskja. Það er svona fáa gaura og einhvern veginn, þú veist, Hann er bara berist í bökku bókstaflega og búin að gera tíðanbilið. þú veist, ég kann bara að því að nú er Kjartan Atli líka vinur okkar og bara svona, þú veist, ég í raun þekki hann betur, sko. Já. En mér finnst þetta svo miklu fallegra, fattari, einhvern veginn, í staðinn fyrir að segja bara upp og bara, þetta er bara, ég er ekki með þetta er bara erfitt og þetta er ömurlegt og eitthvað svona, láta sig hverfa, skilurðu, og skiljið eftir skýttum að meðan Rúnar Ingi bara þarna mætir, ekki búinn að sofa í viku, sagðan, tekur hann sigur og þú veist, og bara svona, við gætum komast í playoffs og eitthvað, fattari. Mér finnst það svo, þú vilt halda með því. Já. Smá underdog story, svona í þessu. Þannig skilur, það er það alveg. Þeir eru búin að vera bara í, þeir eru með alls konar gaura í mínútum hana. Það væri ekki liðun í sum liðum deildinni. Ég var ekki að sjá gólfið Álftanesi, í engum Nei, heimi. bara enginn að, Engum heimi, bara miklu verri leikmenn. Ekki ég heldur. Miklu verri leikmenn heldur en þú veist Hilmir Arnars eða Ragga Nat, sko, sem eru svona síðustu menn á gólfið í Álftanes. Já. Þú veist, Guðmundur Magnússon væri ekkert að koma inn á, sko. Nei, ekki á Álftanesi. En þú veist það, já, en er það ekki samt svona mestu vonbrigðin væri ef Álftanes myndi missa play-offs, svona hvernig tímabilið er versus IR að Njarðvík? Jú. Ég stilti þarna upp, bara þessum tveimur liðum og bara í dag, þú veist, það er náttúrulega bara Haukur er náttúrulega meiddur. Já. Og Miskovic Geitin er farin heim. Þannig að staðan akkurat í dag og Tómas Orri er meiddur í IR. Þannig að ég bara, þeir sem eru að fara að spila leiki núna á morgun, þú veist, ég ætla að láta ykkur bara velja. Ég er bara svona, mann finnst eins og Álftanes séu ennþá favorites, fattar þau? En svo skoða maður einhvern veginn bara eitthvað svona Justin James versus Falco. Já, ekki bara núlla það út, sko. Já, nú lærðu það útsteinar eða? Já, ég myndi gera það. Ok. Nei, en þið bara þýttuð að velja. Það myndi ekki Ég núlla myndi út. velja Nei, Falco. ég myndi Það er velja- ekki alltaf Falco. Já, Ég er myndi það? velja Diego Falco. Já. Já, ég ætla þá að velja Justin James. Ég tek Falco allan daginn. Svo ertu með Hákon Dúi. Sýndi sig, sko, bestsýnilega í svona IR-leik Já. hvað Falco er. Hann er Fáránlega náttúrulega góður. getur verið svakal, tekið svona rispur. Það er langt að Justin James gera þetta. Það verið fyrra. Já, bara að síðast tímabili gerði hann eitthvað svona. En það var líka á þessu tímabili þegar Falco skoraði 40 eitthvað stig, ég man nú ekki alveg á, var það ekki bara á móti í fyrirleiknum? Þá voru þeir reynda svona 10-15 stigum undir í fyrirleiknum, þannig að hann skoraði bara 27 stig á 5 mínútum, sko. Já.
En ég er svona overall túvei, þá myndi ég velja Justin James, sko. Justin James betri körfuboltamaður en Jacob Falco bara miklu betri fyrir í íslensku deildinni, sko. Já. Veistu hvað ég meina? Þetta bara svona hlætir Falco í eitthvað ágætis lið í bónusdeildinni og hann einhvern veginn lætur allt tikka betur en hinn. En ef þeir myndi báðir mæta í Summer League NBA þá náttúrulega myndir Justin James funkar einhvern veginn, sko, betur. Já. En Dúi Hákon, það núlast það út eða? Það núlast svolítið út, sko. Mér langar bara... Það bara svolítið stríki líka. Já. Mér langar samt bara eftir vasklega framistuðu Hákons á þessu tímabili ætla ég að gefa honum kallið. Mér finnst báðir bara verið góðir. Dúi var frábær framan af. Hákon óvinsælasti leikmaður deildarinnar? Já. Íslenski? Já. Nei, bara allir með. Vannmettnasti, allavega. Nei, ég er óvinsælist, ég held það alveg... Hver er topp 3 óvinsælistu leikmenn deildarinnar, bara í dag? Bara þá hjá svona stuðningsmönnum og þeim sem fylgjast, sko, að það er Hákon. Halldór Garðar er ekkert sérstaklega vinsæll. Nei. Hann er kannski trompar þetta. Ég held að hann sé þarna uppi. Já. Emil Barja, þegar hann á síðan var mjög óvinsæll. Já, hann var hansi... Hann var óvinsæll. Nú erum við að tala bara svona... Brynja Björns var, já, óvinsæll líka. En við erum þessum karakterum. Íslenska leikmenn... Mega verið útlenskir. Já. Kane er mjög óvinsæll. Já. Já, allir Kane sé ekki eftir. Nei, hann er samt skilur, hann á líka... Þú veist, Hákon á eiginlega bara haters, sko, fyrir utan Grindavík. Já, neða, fyrir utan IR, já. Já, fyrir utan IR, segi ég. Og á meira segja haters þar, sko. Já. Þannig að maður Kane á marga aðdáðendur líka. Já, rétt. Ég er að hugsa. Sumum finnst að vera bestur í heimi. Einmitt. Janis er ekki mjög vinsæll. Agravanis. Drungilas. Það er búið, hann er sama, hann á líka aðdáðendur. Já, algjörlega. En á Janis og Agravanis margar aðdáðendur? Nei, ég held Jaka Brodnik. Janis er einmitt hataður, sko, á króknum. Rosa mikið í Garðabæði verið stjóra af mörgum. Já. Og einmitt ekki rest neitt, sko. Hver eru fleiri þarna? Skemmtileg listi. Já. Við þurfum einnig viðbót til að búið topp 5 lista. Við erum með Hákon, við erum með Halldór Garðar, við erum með Janis. Já, Kane. Ekki Jaka Brodnik, eða? Jú, ég er bara svona spákur til að finna einhvern sem er ekki bara Remi Martin komin á lista fyrir að vera alltaf meiddur eða? Nei, alltaf öðruvísi. Ef einhver hatar af þeim sem að vilja horfa góðan körfubolta og keflvíkingum akkurat núna, þá er það Remi Martin, sko, bara 100%. Það er engin af því næstu 4. Og Misa Bulic. Já. Hann er ekki vinsæll í Keflavík. Nei, reyndar ekki Keflavík. Og ekki vinsæll einstæðar, sko. Nei, þeir eru margir svona svipað óvinsælarni í Keflavík, sko. Mér finnst þeir með Jónasson smá svona dörti svona... Ég hef aldrei heitt neitt labba inn á kaffistofu bara Styrmir Jónasson. Það er ekki alltaf að segja, en hann samt ekki orðið þannig nafn en þá að fólk sé að pyrra sig á hann. En ég hugsa að ef hann er í deildinni nokkur á. Mér finnst það bara harður, sko. Ég er að segja það. Já. Þetta er svona þannig listi, sko. Já, það má samt líka vera bara einhver floppari, sko, ef að þér dettur einhver svoleiðis í hug. Já, það er Halldór Garðar. Hann er svo sem bæði, harður og floppari. Já. Þurfum einnig viðbót. Já. Ekki dettur inn og eftir. Já, hann dettur kannski bara inn og eftir. Emil Karlsson elskar, en er samt alveg duglegur að berja menn, sko. Já, hann er algjörlega elskaður. Já, við þurfum einhvern sem er ekki bara Rati á þessum lista, hann er ekki samlega hataður á Álftanesi. Já, og enginn annar elskar hann. Nei, allir hérna elskar hann, henni svo liðlegur. Já, reyndar, það er rétt. Þú verður að geta eitthvað til að vera á þessum lista. Er Jaka Brodnik bara fyrir á þann lista þangað til? Er það ekki það? Mér finnst Missa Bulic mun meira óþolandi samt, sko. Callum Lawson. Það er enginn að það val. Jú, nei, Búkarinn er þarna samt, sko. En hann á sína aðdáendur. Ég elska Búkarinn. Við elskum Búkar hér. Ég er svo sem elska flest á þessum lista, en það elska ég alla. Þetta var flottist að topp 4 listi. Það er topp 4 listi og Jaka er hann að 5. sæti bara þangað til. Ok. Óundirbúin listi þannig hjá. Já, en ég ætla að taka Hákon fram yfir Dúa akkurat í dag. Þá förum við í þristana sem að við stillum upp Klónaras á móti Rati. Þetta er nú einfalt. Já, þetta er einfalt spurning, Klónaras. Svo förum við næsta sem er Mati Kavas á móti Sigga Péturs. Þetta er líka einfalt val fyrir mér. Já. Ég tek Mati Kavas. Já. Já, gerum við það ekki? Svo erum við komnir í Mango Chotni og Okeke. Okeke. Sko. Og þú getur raun ekki sagt Okeke með síðustu 8 leiki. Sem er galið. Þetta á að vera átó. Já. Og ég meina Siggi Mati Kavas ætti að vera debate, en í dag er það ekki, sko. Nei. Þannig að þú veist, við erum basically með jafntefli í fyrstu 2, jafnvel Hákon mögulega, og svo taka bara IR
þristinn fjarkan fimmuna, sko. Já. Sem alveg, þú veist, erum við þá ekki bara nýjar lards, eða? Ekki Ég sé þetta því ég hef séð Seinlands Tomma. Ég er með í öllum stöðum, sko. En hverjir koma inn að bekk hjá Alta? Hilmir, Ragnat. Ragnat. Það ekkert eitthvað meira en það. Ekki með Hauk Middan, sko. Hauk Middan, já. Eru kannski Álftanes bara ekkert svona góðir? Nei, þeir eru það bara ekki. Þessu kannski ástæð fyrir að þeir eru 1-6 úr síðustu 7 leikjum. Þegar Haukur og 1 bossmann dett út, þá verða þeir ótrúlega hrattþunnir, sko. Já, bara eins og flest lið myndu gera svo sem er besti íslenski eða svona. Já. Stærsta nafnið og einn besti erlendur. íslenski, já. Förum þá, ég meina, ef ekki bara fara bara í seðilinn þinna eins og ræða bara næstu leiki út frá því. Jú, gerum það bara. Sko, þú ert með Álftanes sigur. Já. Viltu útskýra það eitthvað? Það er bara eins og oft áður hér, sko, ef maður er að taka eitthvað leiki að það hlýtur að koma að honum, sko. Ég er svona þar, það eru mínur að hlýtur að fara að koma Álftanes sigri. Þess vegna er að kanta þeir alltaf tómur. Já, þú veist það. Mér finnst þeir bara svo hérna, þeir eru svo lítlir einhvern veginn, eins og við talaðum í síðasta þætti, Steinar, Álfnesingar, þegar Haukur og Serbinn fara út, það er bara engin yfir 2 metra fyrir utan Okekja, sko. Já. Nei, og allir hinn eru svona í minni kantinum, Rati, Það ekki Justin James er nú svona slagari 2. Já, og Siggi líka, skilur. Justin og Siggi eru bara hávaxnir þristar, Justin er vel ástfyrstur, tvistur ás eða eitthvað. Svo er náttúrulega bara Dúi mjög lágvaxinn, sko. Þannig að þetta er einhvern veginn bara svo, Ragnar þar er svo stór en hann... Gæti ekki Siggi og Justin James svona aðeins náða að halda Falcó niðri? Já, veit það ekki. Siggi getur mögulega eitthvað truflaðan, en bara Falkó er það góður, hann finnir alltaf leiðir, sko. Ég er bara ángríns, ég er bara að reyna að finna leiðir, ég er bara eitthvað svona Hjalti Vilhjálms og ég er bara eitthvað að tala við Gunnar Bjart og ég er bara eitthvað að reyna að segja þeim bara hvernig þeir geti fundið leiðir til þess að vinna einhvern leik, sko. Og ég er bara svona, þetta er ekkert eðlilega þund akkurat núna, sko. Þeir þurfa að Dúa mjög góðan og þeir þurfa Okeke mjög góðan til að fara að vinna einhverja leiki. Já, sko, málið er líka bara 2 bossmenn eru bara búin að vera gjössamlega glataðir. Það er bara ekki til staðar. Rati er bara singul allt saman í tölfræði, sko. Bara ótrúlegt, já. Og þú veist, ég er bara, þú veist, nú er Hilmir Arnars sem ég náttúrulega þjálfaði 1,5 ár. Hann er 3. ár í úrvalsdeild. Þú veist, hann var hann þegar Emil Barja tók nokkra leiki og eitthvað og hann spilaði bara 32 mínútur. Þeir unnu nokkra leiki og hann var bara með, þú veist, á hann ekki bara fá þessar Rati mínútur. Jú. Rati getur bara drullað sér heim til sín. Það er ekkert að fara að gerast þarna hvort er, sko. Nei. Já. Eða bara bekkinn með hann og bekkinn Hilmir með hann, spila eða bara 33 mínútur. Já. Og Hilmir bara þarf að líka fara að skjóta og reyna. Þú veist, líka bara Hilmir er bara að spila upp á það hvort hann verði þarna áfram, fattar þau. Já, bara í úrvalsdeildu höfuð. Já. Bara sína að neyja heima þarna, sko. Hann er ekkert sýnt að allan vetur. Og mér finnst svona, ef það er einhver tíman, þú veist, pláss fyrir það, skilur við? Það var það núna. En þeir eru samt alltaf að fara að spila Rati í sínar 27, 30... Af hverju? Já, ég er alveg sammála því, skilur við. Það er spurningi mín. Það hefur gengið svo vel. Nei, það er bara fyrir þá sem eru búin að eyða öllum peningunum í hann. Þeir eru bara einhvers veginn sparkandi í stóla hvort er. Já. Hvort heldur að þeir eru ánæðir ef að Rati með þess að 20 stöðu eða Hilmir Arnars? Hvað myndi gleðja það meira sem stöðu? Örugglega Rati, af því að hann hefur verið svona ógeðslega lélegur. Það er meira svona, loksins gata. Já, en þá samt skilurðu... Men Hilmir myndi bara samgleða. Þá er þetta... Hilmir reyndar er í 27 mínútum í síðasta leik og Rati líka 27, þannig að þú veist, þetta er bara 6 manna rotation, skilur við, og svo er Raggi Nat þarna 7. maður, sko. Það er bara, já, þú veist, ef þeir að senda Rati á bekkinu og hætta að spila honum, sko... Já, Rati er þá líka maður í 10 mínútum í leik og spila Dúa og Hilmi miklu meira, sko. Ekki svo Rati sé ykkur varnarmaður heldur, sko. Nei, 10-15 mín. Þau verða bara að fá meira frá Hilmi og Sigga einhvern veginn, skilur. Bara... Já. Svo er maður eitthvað drullið við David Okeke, þannig að 21-13 síðasta leik, sko. Já, búið að vera lélegur bara. Ég veit að hann er búin að vera lélegur, en þú veist, það þarf líka að gera bara kröfur á þessar bestu íslensku leikmenninu í liðinu, skilur við, og bara... Sem ég var að gera hann með Hilmi, bara hann þarf sína hans í úrvalsdeildarleikmaður, sko. Já. Það er ekki nóg að vera bara inn og fljóta með, sko.
Annar þeirra verður bara að vera með dúatölur. Dúum 20 stig sem leik, sko. Já. Já, ég held, Tommi minn, að þetta tapi hjá þér. Þetta bett. Ég líka. Þið eru ekki kannski ekki að telja inn í þetta Álftanes Geðvíkin, þetta er nú heimavelli og var allir mættir og allt það, sko. Ég hef ekki sé alltaf Geðvíkina síðan í play-offsi fyrra, sko. Já, það gæti komið núna. Það er kannski faktor sem við erum ekki að taka inn í þetta. Sko, svo ertu með Sama og ég og Steinar svo sem eru með ef við tökum bara leik fyrir leik og förum svo í seðluna í lokin einhvern veginn, þú veist, við erum allir með Vals sigur í Njarðvík. Já, mér finnst það bara einhvern veginn gefins. Valur leitur vel út á móti KR, það var góður leikur hérna á Laugardalskvöldinu. Besti leikurinn fannst mér. Já, og bara ekki oft sem að mér finnst Valur einhvern veginn spila einhvern skemmtilegan sóknarbolta en það var svona gott flæði í þessum leik. Ég vil aldrei skilja það, því mér finnst það alltaf skemmtilegir. Það er bara mjög sjaldan flæði hjá þeim og það var flæði í þessum leik. Já, Kristó var ógeðslega góður í þessum leik. Það var mjög góður í þessum leik. Og líka sást svona, svo í fjóru leiklann þegar Kári var út af, þá var þetta svolítið að hrynja þeim hjá Val, leiðan kom inn á. Þá fór ég aftur að vera góður. Já, mér fannst svona að því að Keyshawn Woods setti þessa tvista, löngu tvista, sko, og þannig í lokin, þá var hann aðeins að prjóna yfir sig, sko. Keyshawn, já. Það var svona þingar nokkur þarna. Það setti þetta nokkur rosalegt, sko. Já. Úr gölnum stöðum, sko. Strákar, segið mér eitt. Nú er Igor Maric bara að spila ágætlega og í flottu standi og 20 mínútur sem leik, 9 stig. Krúsjál þrist þarna. Hvað þeir segja þér? Hann er að þjálfa í Keflavík. Af hverju í fokkanum héldu Keflavík bara Igor Maric? Segið mér það. Vorum aðra útlendinga í hans stöðu? Já. Aðra erlenda leikmenn. En ég er að spyrja þig að því. Af hverju voru ekki með hann frekar bara? Já. Ég veit það ekki. Nei, menn að því það er alltaf svo spennandi á haustin að sækja ykkur að nýja. Á sumrin, meinar Já, á sumrin. Og stundum á haustin líka. Það er mjög gott orð af Igor Maric. Mjög gott. Já, en þú veist, hann er samt orðin 42 ára. Þú veist, það er ekkert rosalega spennandi kannski fyrir stuðningsmenn Keflavíkur að eitt bossmannslottið er 42 ára gamall Igor Maric, þó að hann sé alveg fít, skilurðu. Já. Þá held ég að þú vilt setja markið aðeins hærra á haustin, sumrin, þú ert að sækja þessa leikmenn, sko. Svo er ég eitthvað að spyrjast fyrir af hverju eitthvað lið var ekki búið að sæna hann fyrr og það var bara mörg lið búin að pæla í honum og spyrjast fyrir. Það var bara út af þessu bílprófsleysi sem að enginn var bara að sæna hann, sko. Ég skil. Var svörin sem ég fekk. Ég skil. Hefur ekki bara getað flutt hann upp á Skaga, bara látið hann þjálfa og búa þar, eða? Segðu þú mér? Ég veit það ekki. Það er líka Hjálmar Stefáns svo fínn í þessum leik. Tók einhver frákost og náði einhvern veginn að slæta menn. Er ekki Hjálmar orðinn svona ultimate svona er hann ekki bara orðinn svona Pétur Rúnar þeirra Valsara, einhvern veginn bara svona nú fer að styttast í play-offs. Hann er einhvern veginn búinn að vera bara í úrslita seríum einhvern veginn í allt og mörg ár. Hann nennir ekkert að vera í standi og gera neitt þangað til mars-apríl. Veit þið hvað ég meina? Já. Og bara núna, þú veist, er hann einhvern veginn aðeins byrjar að hreyfa sér svona eins og körfuboltamaður og bara var í meiðslum, ég veit líka. Helvíti góður í vörn, sko. Já, hann er að play-off leikmaður. Hann alltaf career high hjá Hjálmari er í leik 5 þegar vinna titilinn á móti Tindastóls. Ég var þar. Já. Við vorum þar saman. Við vorum þar, það var rosalegt. Geta þær orðið Íslandsmeistarar Valsarar eða? Erum við aftur komin þangað eða? Hvað meinarðu aftur? Ég er búin að vera alltaf tíma. Já, við Tommi fórum alveg af þeim. Er það? Nú held ég að leggja mér orðið í munni hér. Ég held séu ekki að fara, ég er alveg saman, ég sagði alveg framar á tímabili að Valsmenn myndi detta út í fyrstu umferð. Það hungrið væri farið en svo lítur þetta ágætlega út núna. Svo kemur Keyshawn Woods, fattarðu, með svona leik, þá vinna þeir. En þú veist, í seríu þá mun hann eiga 1,5 svona leik. Þeir eru bara með fleiri gauðra, það er ekki svona eini gauðra. Það er kannski bara, þú veist, það er alveg tölvöru líkur á því að ég fái KR í fyrstu umferð, sko. Og þá bara geta þær dottið þaðan út, sko. Já, það er bara 50-50 sería, bara eins og flestar þessar seríur verða í úrslitakeppninni, sko. Þetta er bara, þetta er þessi 5 lið sem getur unnið þetta. En tölum aftur bettið. Eru þeir að fara að vinna pottet í Njarðvík eða? Já. Já, mér finnst það svona dálítið valjú. Þá var 1-8 eða eitthvað. Jú. Þá erum við að tala endalaust að Njarðvík eru að spila bara fínt, þeir eru bara að hafa ekki gæðin og það er ástæðan fyrir að þeir tapa þessum leik, sko. Þeir bara hef ekki verið nóg margir að vera. Lotið er ekki að fara að taka aðra svona 50 stiga bombu, sko. Það er ólíklegar á móti KR, sko. Þeir geta hent heldur mörgum á hann, sko. Heima allir samt. Já, þeir geta hent Kristó á hann, þeir geta hent Hjálmar á hann, þeir geta hent Keyshawn á hann, þeir geta hent Callum á hann. Setur Milka bara skrín og lætur Kára enda á honum. Skipti vörðinni. Kára? Af því að Kári er að... Kári að dekka Milka? Já, Kári var búinn að
taka Spanish pickskiptingu og Milka í liðdanska motioninu. Já, þú getur fallega heldur mörgum í Njarðvík líka, sko. Nei, Valur vinna, Já, ég veit. Valur vinna þennan. Það er svo lítið eftir að tímabilinu og þetta er bara að smetla hjá þeim núna. Þetta er ekki gott lið fyrir Njarðvík að mæta. Nei, en fyrst að við fórum smá í 50 stigin hans Lothier, sáu þið Njarðvík Ármann eða? Nei, bara hluta. Já. Hluta til. Nú er ég mikill Splash Brothers maður og held með þeim þarna í Ármanni. Já, ég líka. Hvað eru þeir samt að gera stundum eins og í þessum leik? Talandi að það sé hægt að falla af einhverjum í Njarðvík og talandi að þetta var einhver úrslitaleikur sem fyrir ármenninga. Já. Það er eins og þau mæti bara þarna með bara ekkert plan, sko. Það fylgdi bara alltaf ekkert til þeim. Þeir fylgdi bara hendunum upp og vonuðu að besta, sko. Með hvað þú Yngvi? 15 þrista eða eitthvað? Bara álíka, þú veist, Sko, það er engin, hann er skotglaðasti leikmaður bara sem hefur verið þarna í mörg tímabil. Þú veist, Ég elska það, sko. já, bara þristar per mínúta hjá hann er bara svakaleg. En stundum er þetta geggjað og stundum ekki. Og þetta var einn af þeim sem þetta var ekkert frábært, Já. sko. Það er samt 5 af 15, sko. 18 stig, það er ekkert bara... Þetta er ekki hræðilegt. 83 bara slíting bara gott, Já, sko. já, þú lappar líka ekkert bara að því í dag að fá inn einhvern úrvalsdeildargaur sem skora 18 stig fyrir þér, sko. Nei. Ég er bara svona meira að pæli því einhvern veginn af hverju þeir náðu ekki að, sko, ég horfði á tilþrifinu sem leik líka og þar sýndu þeir mjög mikið af stigunum hans Lothier og þetta var ótrúlega mikið Yngvi á eyðieyju með Lothier Já. og ég var mjög mikið bara svona, já, hann er komið 44 stig þarna Þarna myndi- fyrir hann að hnóðast og ég bara svona, hvar eru allir hinir gæjarnir? Eru þeir að feiskarta, þú veist, Brynjar Kára eða Snjólf í hotninu hinum Af megin? hverju er Daniel Love ekki að dekka hann, sko? Af því að hann er, Ég myndi alltaf svo Light. Daniel Love og Lothier, sko. eða ólíkindatólið Sarko Júkic Já, eða það. eða Dolesæ sem getur alveg slætað. Já. En ég hefði allavega verið til í að sjá kannski 3 drive þar sem að þessi stóru gaurar hefði verið komnir að hjálpa þegar hann er komin undir hringinn með annarkot Guðmundsson bróðurinn, sko. Já. Það þarf að fara í skélina á æfingum svolítið. Já. Shell drill. Shell drill. Færri þristar, meiri shell drills. Hérna, förum þá í næsta leik, Tommy. Já. KR er að fá Keflavík í heimsókn. Þangað ætla ég að rölda yfir og horfa sjá loksins Mirza Bilic með eigin augum. Ég langar svolítið að sjá hann. Mér finnst hann pirrandi í gegnum TV og ég er svona að vonast eftir því að hann heilli mig live. Já. 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 Ég er bara heilla mikið neitt, sko. Ég held að gera ekki live heldur. Held að KR pakki þessum leik saman eða? Já, ég held að. 1,6. Já, ég held að KR vinnið þennan. Mér finnst að hann sé ósamfærandi hjá Keflvíkingum einhvern veginn. KR að tapa 2 röð, væri það ekki líka smá svona korter í play og smá svona úps? Jú, það verður smá skrítið. En bara ég einhvern veginn, þetta Keflavíkur lið einhvern veginn, jú. Bara er Heimir Martin að fara að vera eitthvað með eða? Hann var á nettamótinu að gefa krökkum medaljur. Lítur ekki út fyrir að vera medur sem að horfa á hann, en ég veit ekki hvað er á hann. Ég heyri ekki neitt, veit ekki neitt. Hróttalegur bleið í mér, en var ég ekki eini sem að kalla þetta ömulegt sæn að fá Heimir Martin? Örugglega. Ég kallaði það líka, sko. Ég kallaði það live. Já, ég held að það sé líka til klippa hjá mér að þú veist, þetta var alltaf dálítið galið að fá einhvern gaur sem er ekki... Ég ástand klippur hérna, þar sem að við erum að gefa þessu 10 af 10 í einhvern sem sæn, sko. Mér fannst þetta, Ég, Steinar og Manni, Já, held ég. já. mér fannst það flott, af því að mér fannst þeir bara þurfa að gera eitthvað. Þeir voru ekki á góðum stað. Voru samt á fínum stað. Já, mér... Já, en þeir vildu vera í toppáráttu og ef þeir ætla að komast þangað þá þurftu að hendi eitthvað stórt og þeir bara tóku sénsinn. Mér finnst þessi pæling með að fá eitthvað gaur sem er ekki búinn að spila skipulegan körfubolta í 2 ár. Það er alltaf að gera nákvæmlega sama, sko. Tóku meiddan Justin James að koma meðslum. Hvað núna? Já. Hann var þá alltaf með þeim á síðasta tímabili. Já, hann líka er eitt að koma úr litlum meðslum og annað Já, koma úr já, þessum meðslum, algjörlega, sko. en þú veist. Nei, því bara, hann hafði ekki spilað þetta síðan að meiddist með Keflavík, sko. Nei. Já, þá er þetta alltaf höldið dálítið erfitt. Þegar hann hefur spilað og hefur hann litið bara heldur vel út, sko. Það vist að vera inn á vellinum til að hafa okkur áhrif á leikinn. Já, mér fannst það ekki lítið hvað... Mér fannst það rosalega mikið... Hann leit vel út á öðrum fæti sem byggar, sko. Já, það voru þetta alveg einhverju leikir þarna sem hann var að hamast við að reyna að dræfa körfuna og
var sko ekkert ágengt sko. Það var bara allir fyrir framan hann. Ég er að spá, þeir eru pottettir í playoffs, Keflavík. Skiptir kannski ekki öllu máli í hvaða sæti þú lendir þegar þú ert á þessum slóðum þar sem þeir eru. Nei. Eru þeir ekki bara að geyma Remi Martin þangað til í fyrstu umferð eða? Já, það var langt gálegast. Ég meina að ná honum bara sem heilustum fyrir fyrstu umferð. Þeir komast hvort í playoff. Men það skiptir engu máli hvort þú ert 5 eða 8 sko. Þú veist, þeim megin í bracketinu. Þú vilt kannski ná heimaleik 4. En já, þeir eru náttúrulega bara aldrei niður fyrir 7. sæti sko. Nei, þannig að þetta er bara, þeir fá Tindastól, Stjörnu eða Val. Það svona... Já. Nei, það verður aldrei 8. Nei, þeir fara aldrei niður fyrir 7. sæti. Þetta stóla stjarnan, Valur KR. Já, eitthvað svo leiðis. Eitthvað þessu liðin. Jú, þú veist, þá kannski bara hvílan. En ég meina þá samt mætir hann bara í play-offs og með einhverjar 60 mínútur í heildina á bakkinu á þessu tímabili bara veiðist hann aftur, sko. Já, fattar mig? Já. Ég vona samt bara seríunar vegna, maður vill fá sem flestar skemmtilega seríur. Af því að við vorum alveg spenntir fyrir einhverjum sögulínum og hann sé mættur aftur, sko. Þær eru ennþá á leiðinni, skilur. Já. Ég vona að það er komið í play-offs. Já, Nenni ekki einhverju seríu eins og sem bara stengið frá byrjun. Tindastóll Grindavík var þegar að Pavel hætti þarna korter í play-offs eða mid-season og Svavar Atli og Helgi Margis voru með þeim og þeir töpuðu með 20, 30 og 10. Og maður bara eitthvað svona, þriðileikur, nú er ég spenntur. Það var aldrei leikur, skilur. Nei. Maður vill það ekkert. Það sem maður vill er Valur KR-serían í öllum umförum. Það fyrir nokkrum árum. Maður vill hita, jafna leiki, spennu, eðlilega. Förum við næsta leik. Þú ert með Þorlákshöfn heimasigur á móti Ármanni. Já. Sammála, Steinar, er þetta bananahýði? Þetta er smá bananahýði, sko. Ég var alveg eins líklegur að taka Ármanns plúsinn hann, sko, en ég fannst það ekki nógu hára. Viltu taka það, sko? Ég er svo reaktiv, svo sem ég var með Þór eitthvað. Var hann eitthvað hára á þeim síðasta þetta? Já. Og tapaði með 50 stigum og sama hér. Ég er bara, djöfullið eru ömurlegir. Er frammistaða Þórs Þorlákshafnar í síðustu umferða í Garðabæ versta frammistaða sem að þið hafi séð í úrvalsdeild? Nei. Álftanes á móti Tindastól hérna fyrra tímabilinu var ekki sérstök. Það var mjög vond frammistaða. Það var mjög lélegt. En sáu þið samt þennan leik? Grindavík hérna í seinni hálfleik. Það var ofbeldi líka. Nei, ég horfði á aðra leiki þarna á föstudeginum. Var það ekki föstudaginn þessi eða? Nei, fimmtudaginn. Þetta er svona þessi 3 stærstu. Föstudaginn, já. Þetta eru 3 af stærstu töpunum. Ég heldur með þessi Álftanes Ármann í fyrstu leiku tímabilins. Það var líka svona stórt. Já. Þetta eru 4 svona alveg risablót. Svona 40 blús. Er ekki sagan að fara að vinna þennan einhvern veginn? Þorlákshöfn með hefðina? Jú, en svo ertu með... Svo erum við Ármann hinum meginn sem eru bara... óhrættast blassbræður. Þeir eru bara ólíkinda tól. Já. Ég vona bara, eftir síðasta leik, þá vona ég bara að Ármann fara þarna og vinni og Þorlákshöfn hoppi upp raskatið á sér. Án gríns. Þessi frammistaði í síðasta leik. Bara, ég vona að þeir tapu heimavelli og skelfi svolítið síðustu 2 leiki hvort þeir falli bara hreina. Það er frítinni fyrir alla sem mæti grænt. Þetta er svo léleg frammistaði upp á hvað er mikið undir, sko, hjá þeim í þessum leik. Bara viðbjóður. Þetta bara sýnir svona þegar að mæta einhverjir pjúristar hérna eins og Danni Rú sem að vilja ekki alla þessa útlendinga. Þeir horfa á þennan leik og bara svona, þessi gæði gefast bara upp 18 stig og myndir, skilur. Og bara svona fá hvort þeir útborgað, sko. Þetta var þannig. Þá áttu bara allt slæmt skilið. Já, og var ekki Lalli bara með danska landsliðinu núna? Jú. Það er náttúrulega eitt og sér líka steikt, sko, á þessu tímapunkti. Baldur er samt bara með landsliðið Ísland, sko. Og Vitti. Vitti líka, Vitti er tapaði fyrir KF í kjölfarið á landsliðspásu. Það er Ísland. Það er ekki Danmörk. Hvaða mál skilur það? Það er sem er ferðarlög, skilur. Hinn fór út til Íslanda. Já, við gefum slaka þegar menn þurfa að sinna íslenska landsliðinu. Því við erum nú körfuboltafjölskyldunum allir saman í þessu. En þetta er danska landslið, það fær ekki að mikið slaka. Sko, mér er alveg saman þó að Lalli fari að þjálfa danska landsliðið. Hann er með 2 aðstoðarþjálfara.
það sem er skrítið er að Amerikanir hafi farið heim í frí. Já, það Sem er nýkomin til landsins, kortir playoffs. nýbúin að lenda Það er bara. greinilega einhver algjör fucking aumingi. Af því að það kemur einhver útlendingur og spyr vacation time, viku into the job, Já, og mánuður eftir að rauð flöggin maður. Já, já. Og mánuður eftir að En bara líka að honum hafi verið hleypt í það, er Það náttúrulega, er náttúrulega hitt, sko. já. En þú veist, eitthvað svona, þú veist, það eru allir með aðstofaþjálfara og ef einhver fær landsliðsgig, ég ætla ekki, já, þetta er bara lélegt Já, að vera svona lélugur. já, Það er lélegt að vera svona lélugur. Meikar þetta sens? já, þetta makes sense. Takk. En já, svolítið skemmtilegt samt hvað liðin sem landsliðsþjálfararnir eru með koma mjög ólík út úr fríi. Höttur náttúrulega með sko 300 stiga sigur hérna. Nei, Höttur töpuðu fyrir KF útivelli í framlengingu. En voru ekki að vinna samt? Jú, unnu Snæfell einhvers staðar í með skjóli alveg- nætus með 60. Já, með eitthvað ógeðslega miklu, já. Þeir mega bara skammast síni fyrir að tapa í Vesturbænum þó að KF séu okkar menn og allt það, sko. Það mætir ekkert með einhverja 5-6 hálf atvinnumenn og Besta lið í sögu fyrstveldarinnar. Nei, sagði það ekki. Jó, svona sagði mest stakt. mest stakt, það Já. er annað. En já, þú tapar ekki fyrir KF, það er alveg rétt. Já, og svo komast þeir samt upp, skilurðu. Það er einhvern veginn svo eða þeir vinna Sindra. Já, Tölum við það á eftir. Já. En það sem mér finnst bara fyndið er, skilurðu, að liðið hans Baldurs mætir út og vinnur með 60 og þeir spila bara svona eins og þetta sé upp á líf og dauða. Og Höttur og Þólasöfn sem eru líka með landsliðsþjálfara gegngauðra mæta bara svona eins og þeir hafi ekki æft körfubolta. Þannig að mögulega eru Spánverjinn og aðstoðarþjálfara teimi Þólasöfnar bara gjörsamlega ömurlegt á meðan Ingi Þór og Króatinn eru með þetta á lás. Það gleymist seint. Það gleymist hvað Ingi Þór er. já, ég segi það er náttúrulega heldur Ekki þægilegt. það góður í þessu, með sko. margfalda Íslandsmeistaran Inga Þór, sko. Já. Að bakka það upp. Já. Skemmtilega pælingar eða þannig, förum í næsta leik. Aðstæðulegur Vitta, er það ekki Króati? Nei, Spánverjinn hann það geði Spánverji, svo ekki. Bróðir Ramos. Alveg rétt, já. Þetta er gaman að vera með þá tvo á bakinu. Já, þeim líður vel. Alveg teimi, sko. Ég er það svo sem förum við þetta eftir, en ég horfði á þarna Höttur KF. Já. Mér finnst Vitti óvinur rólegur í þessum leik. Og buguð þær til litaðum ferðina. Það var svo mikil bull dómum verið að dæma og liðlega dómar af hans mér. Það er leiðist að tala um það. Vitti æsti þessi aldrei. Nei. Það aldrei neitt. Hann er að spara kraftana. Sko, Þróttir fekk tæknum við hann og Vitti bara aldrei múks. hann er alltaf æstari þegar hann er með tífitæmi í úrvalstildinni, sko. Það Já. eru kamerur og viðtöl og svona meira. Já, ég held. Þetta er svona að rólegri. Það er í mynd. Ég var að fylgjast með þessu, ég bara, voðalega er hann rólegur. Það eru KK-vídeó sem ætla bara að byrja að rukka strax. Ég ætla ekki að kaupa mér þetta. Ég er í gjössamri fílu yfir þessum þúsundkaldir. Það var sko Haukar IRB í gær. Já, heyrðu, fyrsta láta. Vektu mig ekki, vinnur. Ég misti af fyrsta leikluta í Fjölnir Breiðablik. Mm. Ekki rukka þegar að hlutinir er ekki í lagi strax. Já, sammála því. Já, menna það. Gefðu okkur þetta season, Já. rukkaða næsta ári. Það er samt að félugunum, sko, að kveikja á draslinu, sko. Mér er alveg sama, eru þeir að rukka mig eða? Það voru Fjölnir að rukka mig eða? En félugin fá örgulega eitthvað prósent af þessu. Já, heyrðu, einhver allavega vakna. Sammála því. Annars er þetta búið að eyðileggja framöndan í beinni heimasíðuna. Já. Já, ég fyrir inn og það er bara eitthvað svona 38 útsendingar á KK í TV7 í að sé á móti einhverjum í 7. flokk. Ég er bara svona burti með þetta. Ég veist ekki að þetta, sko. En hvað heldur þið með Þór Ármann? Ég held Ég held að Ármann mæti. Brandon Averett verður góður. Bragi verður góður. Já. Ég held að vera hörkuleikur. Ég held að vera bara close. Og ég vona það líka. Það er svona ástæður ég með, í mínustæli er ég með Ármann plus, hefur maður rétt. Plus 8-5 með. Ég held að Þorláksson vinni en ég vona bara svo mikið að Ármann Já. vinni. Þess vegna ekki Ármann plus. Ég er, á seðlunum mínum er einhver, held ég Ármann plus eða eitthvað. Það ég veit það ekki. Ég er með það. Skoðum hann eftir. Það er svona, Nei, ég er ekki með Hann þannig. verða að vinna þennan, sko, því það var náttúrulega, það var öskrað hér úr hlátri fyrir tímabili því ég setti Ármenningur í 10. sæti, sko. Það er svona fullnaða sigur fyrir mig. Ef þeir myndu síðan klára þetta. Já. Ég myndi samt bara taka það á mig for the love of the game að hafa haft mjög rangt fyrir mér, sko. Já.
bæði þessi liðaði næstu turum fengu góðan séns í síðustu umferð að mér fannst til að geta mjögulega bjarga sér. Á móti IR voru með leikinn allan tíman, klúra því. Þeir verða, ef þeir aldrei sér ekki upp í sko, þá munur hugsa þennan leik. Það þeir svolítið fjallu allir með að tapa sér leik. Erum við komin í þann leik núna? Nei, ég bara tala svona heilt yfir og Ármann á móti Njarðvík, þú veist, það er að mæta liði alla sem er svipust á þeir og þeir bara svolítið drullu á bak, sko. Já. Heyrðu, síðasti leikurinn hjá þér á þessum, nei þú veit ekki með neitt, við erum búin að ræða, seðlans Tomma gefur 6-földun. Þetta er Valur sigur á móti Njarðvík. Við erum allir með það. Við erum allir sammála því. Þetta er KR sigur á móti Keflavík. Við erum eiginlega allir sammála því. Já. Svo kemur við með hennar Álftanes sigur á móti IR sem ég er ósammála. Og svo ertu með Þór Þorláksson sigur sem að svona eflaust þetta er alveg svona bananahýðislegt sko, en þeir vinna þetta. Það er frítt inn fyrir alla græna og gamli græni drekinn ætlar að mæta og þetta er alveg svona leikur sko. Eru orðnir gamlir eða? Við erum að tala bara sem eru okkar aldri, sem störtu þetta Heisi Högg og félagar sko. Ég held að það var að trekkja allt gamla bandið. Já. Heimir mætir og Yngvi og Eyþórinn og Ívar og allir sko. Bara risa fallbaráttu slagur. Já, þetta er bara, enda er þetta bara leikurinn, skilurðu. Já, ætli það dugi ekki til. Ég held það nefnilega. Við erum líklegir. Næstilegi seðill, förum í þinn seðill. Steinar, mjög líkir seðlarnir okkar. Ég get alveg bætt við KR, það held ég ekki með KR. Sko, þú ert með Valsigur, við þurfum ekki að ræða það betur. Nei. Þú ert með IR sigur. Já. Ég einhvern veginn myndi freka að taka það. Ég er bara líka einhvern veginn, ég er bara góð tilfinningu fyrir IR og bara fyrir þessu playoffs, já, þeim allt. Já. Þeir eru einhvern veginn. Þú ættir eiginlega að eiga líka bara heima í Breiðholti. Já, ég var akkurat að hugsa þetta bara, IR er algjörlega núna þinn klúbbur, svona meðan Haukarnir eru andan niðri. Þeir eru það? Já. Ég er mikill IR-ingur í dag, hvernig nýmur. Valsari líka, sant? Nei. Finnst þér ekki fyndið þegar að Davíð Eldur kallar þig Valsara? Fyndið? Já. Nei. Mér finnst það fyndið. En ég hef aldrei kommentað á það við hann, svo ég ger hann ekki geðs. Já, akkurat. En ég fæ oft komment ef ég fyrir með Haukavars. Hvað segir Valsarinn? Þreytt. Já. Plus 8-5 Ármann ertu með Þorlákshöfn. Það er alveg gott í seðlabúster. Hvað er það? Það er alveg 1,7 plus 8-5 sko. Þessi þrír gefa 7,4. IR sigur, Valur sigur og plus 8-5 Ármann. Ég var svona að meldast að KR með. Eftir að finnst mér eiginlega að seðlana Steinars betri sko. Já, einn af svona sögulega séð betri landsins þó hann sé kaldur í vetur. Kaldur? Ég er mjög kaldur í rönnin grönnstæðlum. Í þessi 10 tímabil þá var hann öllir sko. Mjög kaldur í rönnin grönnstæðlum. Plus 8-5 er mjög gott. Samt einhvern veginn ekki. Þú veist, frekar en Streitinn Þór Þorláksson. Ármann elskar samt einhvern veginn líka að vera í jöfnum leik og tapa svo allt inn. Já, málið oft með þess að Ármannsleiki líka er það, þú veist, þeir eru kannski að enda 117, 105, skilur. Þetta er ekki low-scoring leikir, en 8 stigin föðrat aldrei fljótt upp. Já, ég tók einn overseðil á mánudaginn í Skallagrími Breiðablik. Þar tók ég over 186. Nema hvað, þegar ég er svona búinn að borða og svæfa börnin, þá kík ég. Þá fór fyrsti leikur til 4-25. Skallagrímur skoraði eina körfu utan af velli með 4 fucking útlendinga. Kostaði Pétur sig starfið. Já. Hann er ekki lengur í starfi. Þannig að jú, þeir náðu að hlaða í 70 stig á heimavelli. Eru með svona 95 að meðaltali í leik. Jú. Það tapaði. Þetta er 7-földun Steinar. IR, Valur og Ármann Plus. Já. Ég tók ég þarf sigur. Það fórst einn örugan. Ég þarf einn örugan. Er þetta búið að vera niðurlæging? Það var Valur Streitvin og búið. Þetta var Valur Streitvin, nei djók. Valur Streitvin 1,80, KR Streitvin og IR Plus 5,5. Já. Hvar tapar þessu? Þetta er 5-földun. Sko, mér finnst þetta allt. Þetta er allt rosalega, kannski fyrir utan valsleikin. Ég sé alveg Keflvíkingana að stila þessu sko. Já, er það samt? Já. Það er alveg raunveruleiki sem það gerist sko. Þeir geta alveg Monte Carlo spóla sig saman. Þá eru komið aðstæðar sem Keflavík vinnur leik sko. Já. En fyrirfram er KR favorites fyrir mér. Mér finnst bara Keflavík svo ömulegir inn í teg sko. Já, þeir eru. Og KR eru svo sterkir inn í teg. Þeir eru það. Ok, KR vinnur Keflavík, við sláum það að borðinu. Já. Og
ég er búinn að segja mína skoðun með Álftanes IR, þannig að Mér finnst IR bara, eins og ég var að segja réttan, bara það er eitthvað við þá. Þetta er large. Ég hef góð að trúa þeim, sko. Hver er MVP? Ég sá nú einhverja lista frá einhverjum, allir að gera lista, allt í hennu var það eitthvað voða cool. Varstu tímabilið núna? Já, ég sá eitthvað, ég man ekki hvaða podcast með 5 líklegast til þess að vera MVP. Þetta er náttúrulega Íslendingar. ef ég ætla að gera þetta svona NBA MVP skilur þannig, Já, þá held ég velji Jordan Sempul. Ég er alltaf að segja það. ég ætla ekki að taka, ég ætla að taka íslenskan MVP. Ægir. Já. Ægir, Tóti. Já, þeir tveir. Ég held að komi Kári. Kári, jú, það er svona einmitt. Já. En hann er samt miðist Ægir, svona, ef við erum að verðluna þetta þannig, þá fannst mér. MVP race, er það ekki þessi 3 svolítið? Ægir, Tóti, Kári. Engin Íslendingur búinn að skara svona fram úr kannski í Grindavík og Tindastól. Nei. Orri hefðarlega, hann er ekki meðist, hann er alveg verið að umræðinu líka. Já, Hilmar búinn að vera alltaf stutt náttúrulega og ekkert verið að spila kannski þannig. Orri með 87, 47. Já, er ekki Orri bara í 4. sæti? Jú. Ægir, Kári. Ægir er 13. Já, Er ekki Tóti samt bara efstur? Ef Káringar enda þetta sterkt, Já. vinna 2 af síðustu 3 kannski, allavega þá vinnur Tóti þetta. Ef ekki, þá er það Ægir. Og Kári fastur í 3. sæti Já, og í 4. sæti settum við, Orra. já. Við náum ekki 5 manna listum í þessum þætti. Jú, ég minna það er ekkert, Íslanding. Já. Ekki að setja þá bara Óla í mixi. Jú, Óla má alveg vera hann. Er hann ekki búinn að vera bara svona, er hann ekki smá að fara í gang bara núna? Var hann ekki meiddur og eitthvað svona? Er hann ekki mjög lítið púsl í frábæri Grindavíkulið eða? Nei. Óli er búinn að spila 18 leiki, hann er með 11 stiga meðal og 5 frákast, sko. Já, hann er búinn að vera fínn en bara svona lið getur alveg Hann á, spila á hann sko. Óli á 0 og 3 stiga leiki, svo hann 22 stiga leik, skilur. Hann er alveg svona rokkandi. Er hann ekki líka orðin maður. the 6th man? Jú. Já. Kristoffer Breki og Arnór hafa svona verið að byrja. Mér finnst að vera svolítið Kári, Turbo, Ægir, sko. Þetta er svona top 3. Já. Sammála, þá erum við konum með það. En útlendingar, hvernig er bara svona... Badmus. Jordan Sempul Jordan Sempul. er svona búinn að vera jafn bestur í þessu Grindavíkulið sem eru nú bara orðið deildarmeistari núna. Þannig að ég myndi gefa honum þetta. Jakob Falkó má vera þarna í topp 5. Já. Við verðum í næsta þætti með meira professional power rank útlendinga. Sethlu Day. Er það mótið því að? Já, hann er svona, Líður eins og hann sé svolítið 50 besti í því við þessu. vorum með 2. Já, en Já, því hann er svo mikið 50 besti, sko. er hann samt ógeðslega mikilvægur í þessu liði? Já, hann er það. Eini góði stóriguður, eða? Já, Hann nei, nýtist í ég leik og 12 frákast ekki eða eitthvað, setja sko. hann eitt í Liði sem er í öðru seti. 1912, meðaltali. Það er, sko, svo er Ægir með góða tölur og Hilmar er með góða tölur og Ægir er með 13. Lúka er með góða 13 og tölur 3, líka, 11 sko. Það bara situr eitthvað svo í mér hvernig hann var í bara bikarnum, sko. Já, Bara kunslaði yfir sig, sko. hauslaus. Hauslaus og vælandi bara í bæði undanúrslit og úrslitaleiknum, sko. Við tökum bara stjórnuna, þeir eru alltaf með marga góða bara einhvern veginn. Já. Luka Gasic, er hann besti útlendingurinn eða? Mér finnst Janis bestur en Luka er svona fan favorite því hann segir ekki neitt. Hann er stigastur í liðinu. Já. Þeir eru bara báðir frábæri. Luka, eftir bara Linnard, þessir þrír. er hann ekki annað líka á þessum lista? Við búum til faglegt í lok season, eða bara í næsta þætti eða eitthvað. Mér langar aðeins að taka fyrstdeildina áður en að við kveðjum. Það eru 2 umferðir eftir og Höttur svona hleypti svona smá lífi í þetta með því að tapa þarna í Vesturbænum og eiga 2 alveg svolítið svona erfiða leiki eftir. Náttúrulega bara úrslitaleikur hjá þeim á móti Hetti á Höfn í síðustu umferð. Og svo eiga þeir Selfoss núna um helgina á meðan Höttur spilar á móti Haukum í næstu umferð. Á Egilsstöðum svo sem. Já. Eru Höttur komnir upp eða? Eða sem sagt, ok, þetta eru ekki komnir upp, en er til, haldið að Höttur klúðrið þessu? Ég meina, fáum við úrslitaleik eða?
ef að Haukar vinna Hött, Já. þá fáum við hreinan úrslitaleik. Já. Hvernig fór fyrir leikun hjá þessum liðum? Það skiptir ekki máli ef að Haukar vinna þá, sko. En segjum bara að bæði lið vinni næsta leik. Dugar Sindra að jafna það á stigum, skilurðu? Það þurfa flest. Sindri vann með 10. Já, þá dugar bara Sindra að vinna. Það gerir það. Sindra dugar að vinna 2 leiki. Fáum líklegast. Já, Sindri geta bara unnið þetta með því að vinna rest. Já. Unnið deildina. Já. En þeir vinna Hött í lokaleiknum. En er ekki típist að þeir láti Colin Pryor pakka sér saman á Já. föstudaginn? Nei. Jú, er það ekki smá típist? Já, það getur... Nei, Hversu leiðilegt væri það fyrir okkur, áhorfendur, ógeðslega leiðilegt. að við erum að bíða eftir Höttur, Það væri ógeðslega leiðilegt. hreinan úrslitaleik, en Clayton Ladino félagar droppa leiknum á Selfossi. Hvað kom fyrir Það væri svona Clayton samt það Sindra lögasta sem hægt væri að gera, sko. Hvað kom fyrir Clayton Ladino mútið Haukum allt í einu skora 20 stig? Gæti búin að skora 4 stig með alltaf leiki vetur eða eitthvað? Hann sá sinn mannin sem fattaði upp á sér. Nei, hann var náttúrulega var í hrunumannum fyrst. Pétur fann ekki upp á hann. Nei. Hann gaf hann bara úrvarsdeildartækifærið. Já. En ég get alveg útskýrt það fyrir þér. Bara Haukar eru mjög lélegri vörn og þá getur Clayton Ladin skorað mörg stig. Já. Það er ekki mikið flóknara en það. Nei. Hvernig heldur að Haukar, Höttur Haukafari? já, Ég held að vera alveg jafn leikur en ég er svona fyrirfram, sko, síðasta leikur sem sá með Hetti var á mútið KF, sko. Það var ekki gott. nei, Ef að Haukar mæta bara til leiks og spila svolítið fast eins og KF gerði, þá auðvitað er þeir bara fínu séns. Þetta hattarlið er ekkert vandi að lið svaraði móti eins og KF gerði og bara berja þess að þeim á móti, sko. Takk ég fast að þeim. en sko, nú veit ég Það er ekta svona reynslulið sem bara kóðnaði þeirra loksins voru mættir á hörku, sko. nú veit ég að allir eru að hlusta, sko, með fullri virðingu, ef Arnór Hermanns og Alexander Knudsen geta lamið einhvern á móti, Já. geta þá ekki leikmenn Hauka drullast til að gera það líka, eða? Geta það, en það þurfa að gera það. Geta flestir gert það, sko. Það er bara Veistu hvað ég meina, ekki. Já. Það er nú ekki eins og horfur þetta káfaflið og sért bara einhverja hörðustu gaurar Reykjavík saman komna þarna, sko. Bara langt frá því. Þvert á móti. Já. En þú er nú bara þjálfað sjálfur. Alls konar menn Og konur. Og konur. Nei, reyndar ekki konur. Nei, ok. Stelpur. Já. En hérna, stundum bara eru liðið einhvern veginn bara off og bara heilu tímabilið. Bara ná ekki að finna mótsjóð sitt, sko. Alex Rafn og Breki ættu nú að geta lamið hans frá sér. Já. Það er nú svona berjast leikmenn í þessu. Það er bara ekki nóg eitt fyrir að gera það. Það þurfa allir að gera það, sko. Ekki Frosti að tökur í honum. Hann er að berjast. Það væri, Tvíburarnir þurfa svolítið svona mæta stórir. tap ekki bara bæði Höttur og Sindri á föstudaginn. Og við fáum úrslitaleik, en þau bæði eru einhvern veginn það hrædd við að tapa þessum leik að þau bara bæði tapa. Höttur vinna. Já. Ég held að þau vinna bæði. Snæfell með 60. Já. Og bara heima á föstudegi. Já. Haukar geta alveg unnið á, skilur. Þetta er alveg stór leikur fyrir Hött, en ekki do or die. Þeir mega að tapa einum leik. Þeir þurfa alltaf að vinna Sindra í lokaleiknum. Ef að Nánast alltaf. liðið sem fer ekki beint upp, er það lið að fara í gegnum playoffs? Ég meina, er þetta ekki bara Er það langlíklegast? Höttur, Sindri, Haukar, 2 af þessu liðum fara upp, sko. Erum við búin að missa trúna á Breiðablik sem að bara meðslum, Sko, hundra meðslum rústuðu Skallagrím? Mér finnst Blikar geta unnið Sindra, en mér finnst Blikar ekki geta unnið Haukar til dæmis. Nei, unnaðu byggarnum samt. Já, en ekki deildinni, hvora leiknum. Nei. Mér finnst Blikar geta unnið Sindra einhvern veginn, mér finnst matchup bara að vera þannig. Já. Þeir eru bara einhvern veginn En hvaða lið viljið þið fá upp í úrvarsdeild? Sindra. Hauka. Viljum við fá Sindra upp? En það er bara út af mér, skilur. Já. Þið þurfum að nefna 2. Þú vilt fá Hauka, obviously, Háli Sindra. og Sindra. Ég er bara eitthvað nýtt. Já. Ég er bara gaman að því að fá lið upp. Já, og Sindri eru búin að bíða dálítið lengi eftir þessu núna. Já. Að fara upp í efstu. Við erum líka bara að sjá hvernig þeir gera þetta. Já, Hvað þeir gera? þeir eru búin að... Ég veit að þeir munu leggja mikið í þetta. Já. Alveg svo Höttur, skilur. Þeir Já, munu reyna að fá já. gauðra til sín. Þeir munu sækja dýrar útlendinga. Því mörg liðið þessari fyrstu deild sko hafa bara engan áhuga á því að fara upp sko en Sindri hafa þetta kyrt á þetta að ætla að fara upp. Við erum að ætla upp lengi. Örgulega 5-6 tímabil núna í röð sko. Já. Þannig að já, ég verður til í að... Erum við spenntir að fá Hött upp aftur? Já. Skilur, bara alveg fínt að fá þá. Ég vil kæla Haukana
tvö tímabili uppbótan það niðri, sko. Og Fjölni og Blika líka. Já. Ég hugsa sjálfur að Haukar hafi ekkert stemt að því að fara endilega upp með deild sem félag þó að kannski þjálfari og leikmenn hafi gert það. Já. Ég er bara eitthvað svona að spá, þú veist, hvað væri líka fyndið ef að, þú veist, að myndi nú enda þannig að Þórsararnir falli, sko. Já. Og kannski Akranes heldur sér uppi, eða sem bara Ármann haldi sér uppi. Og þú kannski komið með Ármann, Sindra og þú veist, Blikar komu upp, sko. Já. Ármann, Sindri í efstu dild. Já, ég meina það var svona annar dildarslagur bara frægur, sko. Já. Þú veist, þetta er svona, balance er ekki restored, sko. Já. En erum við spenntir bara eftir tímabili núna? Nú sáum við sem sagt Ármann og Akranes, ef að ég kannski gefa bara svona þjálfarateymi / stjórn og utanumhaldi einhvern, þá gef ég þeim svona kannski 0 af 10. Hverjum? Ármenningum og Akranes. Já, báðum liðum, já. Þetta er betur en mörglið ofta að það gert, sko. Ég meina... Ja, málið er munurinn á þeim og hinnum er, sko, að þessi tvö lið gáðist ekki upp, sko. Sem er núna? Já, bara eins og þau eru ennþá að reyna. Bara eins og það Blikarnir voru uppi þarna, sótt ykkur útlendinga. Já. Í desember, þetta gekk ekkert ekki. Þá er það bara sendir heim og klárum þetta tímabil og spurum, sko. Já. Og var það alveg leitt. Ég meina, IA er búin að reyna bara síðan þeir komið upp deild. Já, en er ekki samt, sko, eru þeir kannski ekki bara búinir að vera... Rákumenn og sóttu nýja. Voru þeir kannski samt ekki líka bara stundum að reka bara þegar það kannski þurfti ekki alveg strax? Jú, en það er bara eitthvað sem lærist með tímanum og reynslu í málið er, sko, með Sindra. Já. Að, þú veist, auðvitað þurfa að nýta þessi 4 slott vel, sko, en þeir eru samt alveg með grunninn, þú veist, af íslenskum kjarna sem gætu leyst einhverja mínútur þarna í... Gísli Alls. Já. Birgir. Og Árni. Nei, sorry. Birgir Leo, heitir hann það ekki? Jú, Birgir Leo. Svo geta það sótt Árnason. Kóngin í IR heim. Hvernig ert þú að tala um? Magnús Dagur er þarna úr IR? Já. Ég er að tala um Birgir Leo, hérna sem var með dreddana. Já. Svo það geta sótt vinn þinn í IR heim. Já, allavega mikið. Hann er nú nýbúinn að skrifa undir samning í Breiðholti. Já. En já, fyrir samt ekki, já, Gísli, Birgir, fá nafna heim. Þú veist, þá er það 3 bara svona sem eftir að hafa þarna, sko. Já. Í hóp og geta tekið mínútur. Ég er samt alveg sammála. Ég er alveg mest til í að fá, þú veist, nýtt lið bara upp í úrvalsdeild. Já. Og því maður veit að þeir mjög setja metnað í þetta. Já. Og alvöru íslenskt svona út á landi íþróttahús. Já. Bara svona eins og... Þetta er svipa á Frystikistan í Hveragerði. Já, einmitt. Svipa á Svalur. Já, ég er bara svona aðeins þrengri, sko. Já. Bara svo Borgarnes, Hamar. Já. Já. Stunga öðrum meginn á annar hæð, já. Já. Ég er til í það, sko. Og bara, já... Nýtt bæjarfélag út í Raskati skemmtilegra heldur en, þú veist, eitthvað, fá Kópavoginn upp, sko. Þetta er alvöru svona proper landsbyggð, sko. Já. Það er líka 6 tíma aks. Einangrað dæmi. Já, við viljum fá landsbyggðina upp. Þetta er ekki fluga Egilsstað, þetta er bara 5 tímar í rútu, skilur við. Já, akkurat. Svo er líka bara spurning hvort að liðin sem að falli, bara svona, ég var eitthvað svona smá að pæla það í þessu daginn við einn, bara svona hvað gera þau, þú veist, Skaginn er búið að láta svo ógeðslega mikið í þetta, að þeir falla. Bara leiðilega fyrir Skaginn að geta mist Tyrmi, sko. Hann er svolítið búinn að sanna sig úrvalsdeild. Já. Þeir mér þetta alltaf, já, þú veist... Eru þið bara að fara að taka 3-4 útlendinga og bara svo upp aftur? Já, er það ekki á meðan, þú veist, Styrmir kannski fer, en bræðurnir er það ennþá þannig að... Þeir með ekkert við því að missa besta íslenska leikmannin, sko. Nei, en þú veist, ég held að síðan samt ekki að lendi í eitthvað svona Snæfells... Taldu við Haukamannina, sko, bara að falla. Við mistum bara alla hverjum okkar. Alla þessi íslenska stráka. Sem góðu drengi. En hvað myndið þið halda Óskari upp á Skaga ef það er falla? Já. Bara hann hefur algjör mikið metnað fyrir þessu, sko. Virðist vera og það er kannski ekkert auðfundnir menn sem enn að þjálfa körfubolta upp á Skaga, sko. Pétur var að losna í Borgarnesi hliðinu. Einmitt. Þú veist, já, þeir eru kannski 6, skilurðu, eða eitthvað sem eru til í þetta. Óskar er búinn að fara með þú upp, sko. Já. Ég er bara alveg áðurlátt. Mér finnst staðið sér allt í lagi, ég veitur. Mér hefði bara að vinna fleiri leikja en við byggumst við örugglega fyrirfram, þannig séð. Mér varst þið bara svo ógeðislega fokkin lélegir síðasta leika þarna móti IR, sko. Bara kom boltanum inn á Ívan og Goikot í skiptis að þeir skoruðu. Þú veist að bara tala um nokkur atvik, ekki yfir heilan leik, sko. Jú, allur leikurinn. Allir leikur eru bara ömurlegir. Nei, bara þessi leikur var Óskar gæti bara gert það sama. Gali að þeir hafa ekki unnið hann leik. Gert það sama og Viti og Lárus í Þorlákshöfn og svona. Bara eigna sér þetta lið og verið það í 10 ár, skilurðu. Ég heldur Haldunum ekki að þeir falla. Ég veist það kemur svo mikið óvart með hvað er að reykja marga. En
Þeir eru mjög trigger happy Já, á mjög. Stíf og Skaga. Þeir eru eins og við í bettinu eru þeir reactive, Já, þeir eru tilfinningaverur. tilfinningaverur. Heyrðu, eitthvað meira sem þið viljið ræðast, strákar mínir? Örugglega fullt sko, en það má bíða bara næsta þetta. Hvað er að frétta í annarri deildinni? Ég er ekkert búin að eiginlega Það er náttúrulega mörg lið sem langar að koma upp og það er bara svona Er það vestri? ein horrorsagan fyrir Steinar Arons og vinans þarna í Hveragerði. Þeir töpuðu á fucking Akureyri. Já, Hamar, já. KFG 12-0, Vestri er hann 10-4, svo er Það það er bara eitthvað ulið sko. En risa fallbaráttuleikur náttúrulega KFG er svo sem ulið þannig séð, það er svona sér En félag. þetta er samt 2 lið sem gæti farið upp í fyrstu í Vestra og KFG, þannig að 2 lið gæti farið niður í... Já, Þetta er alltaf 2 riðlir. nei, það er bara 1 lið sem fer niður held ég. Leiknir Já, er hann já, líka í fyrsta seti í Bara B-riðli. 1 lið sem fellur. Laugdalir, öðru seti. Laugdari, Florian, Jóhann og Armi, þeir vilja koma upp, hef ég heyrt. Já, Leiknir er bara að reyna að fara upp í mörg ár. Já. Geta það ekki eftir að þú hættir. Já. En sko, það er Fylkir Þóra Akureyri helgina. Það er upp á líf og dauði á Fylki og þetta er pjúrista leikur. Já. Þetta verður mögulega, sko, nú horfði ég horfði á Þóra Akureyri Hamar því að ég var með mikið af peningum á Hamri. Takk fyrir ekkert. Þetta var lélegasti körfuboltaleikur sem ég hef séð. Er það? Já. Sástu eitthvað Steinar eða? Nei. Ég skil, þetta var þegar ég bara svona þurfið að tjekka á Fylki Þóra Akureyri til þess að sjá hvað ég var að tala um þarna, sko. Ok. Það var unreal dæmi, sko. En er staðan eins og hún er núna... Er þetta að tala um Fylkir Þóra Akureyri? Ég var- Þann leik. Nei, Fylkir Ég- Þóra Akureyri Hamar. Já, sem ég horfði á um daginn. Ég horfði aðeins á hann, já. Ég horfði á hann. Það voru ekki gæði. Eru Hamar neðstir eins og staðan er núna? Nei, Fylkir er einum sigri eftir þeim. Þeir eru einum eftir, ok. Fylkir þarf að vinna þennan leik á móti Þóra Akureyri. Já. En já, þetta var mjög vonduleikur. Það er hræðilegt ef Hamar myndir nú falla samt. Mér finnst bara gala að horfa á framganginn sem á að vera eitthvað frekar góður. Klikkur layup eftir layup eftir layup, sko. Og hann hérna stóri sem er í Hamar hérna. Ruud Rees. Já, dvílar hann lillur. Já, Það er bara svo vont að horfa á þetta, sko. Sikana er ekkert frábær, jú, hann er alltaf leginn ekkert frábær. Hann er svo Hann er astnalegur. Hamar að halla. Já, hann er bara Hann er ekkert eðlilega astnalegur með bara þetta, ég bara, hvað er hann líka? Er hann ekki bara einhver svona in-betweener? Ég veit það ekki. Þú veist, hann er bara eitthvað allt og stór til þess að vera í þessum deild að spila móti einhvern dvergum en samt fyrir alltaf í pull-up jumper. Minn vinur Daði Berg það bara að hætta öllu sinni afskipti af þjálfun og fara að einbæta sér okkur öðru. Ég er því miður sammála því. Látum þetta vera að loka orðin hér úr Myndkaup Arena. Frjálsu falli. Hamarsmenn eins og Bitcoin. Þá getur við farið inn á Myndkaup. Keyptir meira. Kaupa Bæði dýr. dífuna. Kaupa dífuna. Það er núna náttúrulega mikill óróleiki í heiminum með öll stríðin í gangi. Þá er gott að eiga rafmynt. Jú. Reynda sagði dóttir mín við mig. Það hefði verið svolítið sniðugt að kaupa gull fyrir árið síðan. Ég sagði bara jú, það hefði verið sniðugt. En ég þarf að eyða því í krónunni frekar. Herru, takk fyrir þetta. Bye. And if I wasn't, I must have been Escobar. You know the kid got his chip too fixed. Hair parted with a barber's preciseness. Brave-hearted for life is return of the golden child. Son of a blues player. So who are you, player? Y'all waited the true saviors.